Utan þjónustusvæðis, Króníkan. Þetta fyrsta skáldsaga þín, Ásdís Thoroddsen. Þú náttúrulega hefur verið kvikmyndagerðarmaður aðallega, en þarna skrifaru, á ekki að segja mannmarga sögu sem að gerist í byggðarlagi út á landi. Já, þetta eru margar persónur í dálítið innilokaðri sveit og sögurnar tengjast, þetta eru margar sögur líka, en í rauninni þetta svona dálítið eins og í einni kúlu þarna, í þessu byggðarlagi, sem dálítið utan þjónustusvæðis, eins og titillinn segir. Hvernig kemur þessi saga til þín að fara að skrifa um? Reyndar, Ingaló, myndin þín, fyrsta, hún fjallaði reyndar um byggðarlag út á landi líka. Já, þetta er það ekki bara örlög okkar sem að fæðumst á Íslandi að vera. Þetta eins og örlög að vera Íslendingur og ég hef ferðað svo mikið um landið og þetta um land og þjóð, þessi saga, þetta eru þjóðlíf, sveitalíf. Við erum líka öll af sveitamönnum komin. Þetta er svo ungt borgarsamfélag hérna og þetta sjómenn og bændur og það sem nú þarna í þessum firði rekast tímarnir á hvern annan. Við höfum þetta gamla samfélag sem orðið komið af fótum fram, ef að segja það. Sagan gerist rétt fyrir hrun og sem sagt að þarna rekast tímarnir á. Það rekast tímarnir á, en þetta líka, það kraumar undir, þetta eru ástir og framhjáhald og kviðmægðir og guð má vita hvað. Þannig erum við. það alltaf drama í gangi og sérstaklega hjá fólki sem að býr svona náið og þétt. Eins og gerist í litlum samfélögum, en jafnvel líka í Reykjavík, jafnvel líka í litlum klíkum í stórborgunum, svo sem, það þekki ég líka, sko, en þetta sérstaklega sem sagt þessar aðstæður sem eru á þessu landi í svona, þetta líka nútíma þjóðfélag, þó að sé ekki Reykjavík. Utan þjónustusvæðis svona einhver, það nú einhver tvíræð merking í því, vendi ég. Vissulega. Þetta bæði þangað sem tíminn, þessi nútími nær ekki inn nema með skrykkjum, sko. Og líka þar sem eiginlega lögin ná heldur ekki inn. Þetta auðvitað samfélag sem ég vil ekki segja hnigna, en það ég vil segja Reykjavíkurvaldið. Í svona öllum samfélagum, þar önnur yfirstétt heimamanna. Og þetta gerist líka þar. Það líka verið að skoða þannig. En aðalpersónan þarna, sem heitir Heiður, búin að búa þarna í 20 ár, en hún nær ekkert að vera í þessu samfélagi í raun og veru, sko. Hún svona, hefur einhverja fyrirmyndir að þessu, eða? Nei, við þekkjum þetta. Við þekkjum þetta út á landi. Að sá sem að kemur aðfluttur, hann kemst ekkert inn strax. Jafnvel líða áratugir. Reyndar eru sveitir svo misjafnar eftir anda þeirra, sko. Það auðvitað, þar sem fátt fólk, þar mótar hver og einstaklingur umhverfið sitt og skiptir svo miklu máli. Að það alltaf frá einu byggðarlaginu til annars mismunandi andi. Það náttúrulega í lok bókarinnar þá bara búið að loka miklu af því sem var í samfélaginu, skólanum og svona þetta einhvern veginn líða bara undir lok, svona með einhverju leyti þetta samfélag. Það að gerast út um allt land. Að því að fólk líka að flytja í burtu og enda á, en samt sem áður, þá held ég nú ekki að verið sé að loka, eða sko, ég held að það haldi áfram líf þarna en öðruvísi. Ertu með eitthvað, sko, mér fannst ég vera fyrir vestan, en það kannski misskilningur.
fjöllin þarna eru austfirsk. Það eru austfirsk fjöll. Ég ímyndaði mér sveit fyrir austan en þetta er sem sagt á svipaða leyti og kvikmyndin mín Ingalú sem ég skrifaði handritað líka. Já. Að þetta sko vitanlega styðst ég við sögur og upplifanir héðan og þaðan en skálda þetta allt saman í hræri graut svona og bý til nýtt og þannig er þetta í þessu tilfelli. Þetta er stór og mikil saga sem þú ert að segja þarna. Þetta er dálítið stór og mikil saga en þetta er saga um okkur.